Það nú bara eitt sem mig langar að bregðast við í ljósi þess sem hér hefur komið fram og Erni Bárði og öðrum. Og það það að í hvert skipti sem það oft haldið fram að lífsskoðun til dæmis eins og trúleysi eða einhvers konar húmanismi, menn eru fljótir að segja, já þetta í rauninni eins og hver önnur trúarbrögð, þegar að það hentar. Hins vegar þegar kemur að því að viðurkenna þessi eins og hver önnur trúarbrögð gagnvart lögum, þá skyndilega samkvæmt til dæmis áliti biskupsstofu þetta ekki eins og hver önnur trúarbrögð. Þá þetta orðið eitthvað allt annað. Þannig að þarna gætir þetta ákveðins tvískinungs að menn líki þessu við hver önnur trúarbrögð til þess að segja að þetta sé í rauninni svipað. En þegar kemur að því að veita þessum trúarhópum sömu rétt og önnur trúfélög hafa, þá það alls ekki. Þannig að þessi langar mig að koma að og í þessu ljósi þess þá ég myndi vilja persónulega að það væri hægt að sleppa því af lífsskoðunarfélög inni og að trúfélög væri þá túlkuð sem bara í víðum skilningi þess orðs. Að lífsskoðunarfélög eru auðvitað trúfélög í þeim skilningi ef að það ein trú að það sé til einhver Guð sem skapaði heiminn og veit svona ýmislegt hvernig við eigum haga hvort við annað, þá sé að jafngild skoðun að telja svo sé ekki. En í ljósi þess sem hefur umræðunar og lagalega stöðu þá því miður nauðsynlegt að árétta þetta. Nú, það hefur rætt aðskilnað á þessa grein og hvernig hana eigi að útfæra og hvað eigi að gera þegar það hefur verið gert. Staðan alltaf á Íslandi svo að það eitt trúfélag sem hefur þá sérstökum stöðum fram önnur að það trúfélag gilda tiltekin lög. Og ég fagna öllum breytingatillögum sem hafa komið fram byggðum á mínu breytingatillögum. Ég vil sjálfur samt passa mig á því að greinin, það að við orðum greinin með almennum hætti búi ekki til þann möguleika að menn geti ákveða að fara að búa til fullt af öðrum svona opinberum trúfélögum. Ég sætti mig við þá stöðu sem í dag að það eru til ein trúfélög sem starfa samkvæmt lögum þau trúfélög, en mér finnst ekkit endilega betra að hafa einhver önnur þjóð trúarbrögð sem byggja öðrum grundvelli. Þess vegna byggir ákvæðið sem ég lagði til á því að það heimild að hafa lög þessi tilteknu trúarbrögð, en það sé ekki endilega opnað á það að við getum sett lög og koma á fót öðrum trúarhópum sem starfa sama hætti. Auðvitað væri hins vegar rétt til þess að gæta ákveðins jafnræðis að kveða til á það með að gera samninga við trúfélög hitt og þetta. Ef menn vilja fara þá leið þá myndi það opna á það að menn gætu gert í framtíðinni samninga við trúfélög ef að þess væri tilefni til. En ég held að í þessu tilfelli út að það auðvitað umræða ákveðið frávik þá sé kannski réttara að orða þetta skýrar frekur en almennar. Nú, ég hef svo sem ekkert við þetta bæta að sinni að öðru leyti en því að ég árétta þá skoðun mína ef að tekst ekki að landa þessu máli þá hef ég þá djúpu sannfæringu að það væri best að hafa ekkert slíkt ákvæði þetta í stjórnarskráni, en ef við náum að lenda þessum hætti þannig að það þyrfti ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þá væri það mjög gott. Og ég hlýt að spyrja mig að ef að allar breytingar á þessari grein kalli fram á þjóðaratkvæðagreiðslu þá hlýtur að vera ef að greinistæði einungis hinn evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, punktur, þá hlýtur það auðvitað líka að kalla á þjóðaratkvæðagreiðslu. Því að ef það skilningur manna allar breytingar á umræddri grein kalli á hana. Ég hef skilið þá menn og konur sem hafa lýst því yfir að hugsanlega þyrfti að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu ef að inntak greinina breytist með þeim hætti að ekki lengur væri lagalegu grundvöllur fyrir því að hafa hér þjóðkirkju sem væri byggð á lögum. Ég tel að í þeirri útgáfu sem ég legg upp með þá sé sá grundvöllur tryggður og í þeim skilningi væri þá ekki lengur nauðsynlegt að bera upp slíka þjóðaratkvæðagreiðslu ef að það kjarni málsins, ef að kjarni málsins sá að breytingar á þessu lagalega hlutverki kalli á þjóðaratkvæðagreiðslu.